Ég heilsa ykkur í Jesú nafni, kæri vinir. En eins og þeir sjáu þá yfirskriftin hérna að biðja fyrir óvinum sínum. Ég kannist öll við þessi orð, þau hafa oft heyrst. Faðir fyrirgef þeim, því þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Allir ættu að þekkja þessi orð frelsarans. Það er svo oft sem að fólk veit hreinlega ekki hvað það er að gera. Hvert það er að særa, hvað er að gerast í lífið þeirra, hvers vegna það gerir hlutina. Það hreinlega bara veit ekki hvað er að gera og það vaknar oft við vondan draum og afleiðingarnar eru kannski hræðilegar, en þá eru of seint að snúa við. Ég er samt hrædd að fáir taki það til sín að dauði Jesú á krossinum hafi eitthvað með synd að gera eða hvað er synd yfir höfuð. Nokkur gáfu þá orðum mannsins sem ruddi braut fyrir Jesú. Gáfu því gaum. Í Markúsarguðspjalli 1. kafla. Í upphaf fagnaðarindsins Jesú Krist, Guðs son. Svo er ritað hjá Jesaja spámanni. Sjá, ég sendi sendiboða minn á undan þér, greiða mun veg þinn. Það var ekki merkilegu maður, fannst fólki, klæddur í einhvers konar sekk eða skinn, úlfaldahár. Hann var ekki í sparifötum. En hann hrópaði og Jesaja spámaður kallar hann rödd hrópanda í eyðimörk. Og hann segir, greiðið veg drottins, gjörið beinar brautir hans. Þannig kom Jóhannes skýrari fram í óbyggðinni og predikaði iðrunarskýrn til fyrirgefningar synda. Og menn streymdu til hans frá allri Júdeu byggð og allir Jerúsalembúa létu skýrast af honum í áni Jórdan og játuðu syndir sínar. Það er svo erfitt að játa syndir, er það ekki? Það er svo erfitt að kannast við að maður hafi gert einhver mistök eða sagt eitthvað sem maður átti ekki að segja. En svo mikill var styrkur Jóhannesar sem var svona brautryðjandi á undan Jesú að það kom til hans og það tók skýrn og það játaði. Það voru einhver fundir eða neitt, það var bara játað. Bara við legðum meira og meira og betur við hlustir og rannsökuðum Guðs orð. Við erum komist líka óravegu frá kjarna kristinna trúar og boðskapar, enda ætlaði Satan að útrýma henni og eyða sköpun Guðs með öllum tiltækum ráðum. En nú er svo komið að fjöldinn segir, hann er ekki til. Hann ætlaði sér líka að koma því inn hjá mannkyninu að hann væri bara ekki til, hann væri bara ímyndun. Skömmu eftir þannig atburð sem markaði upphaf kristniboðs í heimi sem við þekkjum í dag bara af afspurn frá orði Guðs, Biblíunni, en við getum illa ímyndað okkur hvernig var í raun. Postulasagan 7. kafli segir frá því að postularnir komu saman til að kjósa sér samverkamenn til að þjóna fólkinu og starfa með þeim eftir náttúrulega upprisu Jesú og himnaför. Þeir þurftu að skipuleggja starfið. Ýmis verkefni sem kröfðust trú fastra þjóna. En slæmt var ef postularnir sem þurftu að breiða út fagnaðarerindið hefðu þurftu að vasast í félagsþjónustu og líknamálum eins og ég vil orða þessa hugmynd svona hún á við nútíman. Það er ekki hægt að gera allt. Á fundinu kom þetta fram eins og segir í 4. versi og áfram. En vér munum helga oss bæninni og þjónustu orðsins. Öll samkoman gerði góðan rómamáli þeirra og kusu þeir Stefán, mann fullan af trú og heilugum anda. En hvað gerðist svo? Á rengin tröll, þau kaffærðu ekki Stefán, þau hefðu gert það í dag. Það var grýtt þá, það var grýtt með alvöru grjóti. Eins og ég sagði áðan, Stefán var fullur á heilugum anda og trúaður svo afbar og hikaði ekki við að vitna trú sína og tilvist Jesú Krists, upprisuna og hlutverki Jesú í alheimi. Hann var ekki hræddur við neitt. Lítum aðeins á framhaldið.
Orð Guðs breytist út og tala lærisveinina í Jerúsalem fór stórum vaxandi. Einnig snerist mikill fjöldi presta við hlýðni, þeir sem að töldu sig stjórna og vita. Stefán var fullur af náð og krafti og gjörði undur og tákn mikil meðal fólksins. Þá komu nokkrir menn og svonefndri leysingja samkundu. Þeir voru frá Kýreni og Alexandríu en aðrir frá Kilikíu og Asíu og tóku að þrátta við Stefán. En þeir gátu ekki staðið gegn visku þeirra og anda sem hann talaði af. Og þá kom enn einu sinni, eina ferðina enn, notkun á falsfréttum og uppspuna til að rugla fólk í ríminu. Kannistu nokkuð við það? Falsfréttir. Það þurfti enga gervigreind þá. Satan er jú höfundur og upphaf lýginnar, hvað sem hver segir. Og þá kom enn einu sinni notkun á þessum falsfréttum og uppspuna til að rugla fólkið. Og Satan, ég var að endurtaka mig, hann er upphaf og höfundur lýginnar. Þá fenguðu nokkra menn til að segja, við höfum heyrt hann tala lastmæli gegn Móse og Guði. Þeir æstu upp fólkið. Hvað var gert áður en Jesú var krossfestur? Það var æstu upp fólkið, þá logið og hann var krossfestur. Þeir æstu fólkið, öldungana og fræðimennina og þeir veittust að honum og gripu hann og færðu hann fyrir ráðið. Þá leiddu þeir fram ljúvotta, sögðu þessi maður er alltaf að tala gegn þessum heilaga stað og lögmálinu. Við höfum heyrt hann segja að þessi Jesús frá Nasaret muni brjóta niður musterið og breyta þeim siðum sem Móse hefur sett oss. Allir sem í ráðinu sátu störðu á hann og sá að ásjóna hans var sem engils ásjóna. Ásjóna Jesú var líka sem engils ásjóna þegar að hann var ekki allur blóðugur og þjáður í framan. En það dugði ekki til. Því að Satan hatar allt sem til eru Guði. Ellen G. White lýsir þessu svo vel í bókinni Daglegt líf. Hún segir, þannig gríptu þeir Stefán, hann ákallaði og sagði, Drottinn Jesú, meðtak þú anda minn. Þetta sagði frelsarinn líka. Og hann féll á kné og hrópaði hárri röddu, Drottinn, lát þá ekki gjalda þessara syndar. Og hann hafi þetta mælt, sofnaði hann. Hann bað fyrir óvinum sínum á dauðastundinni. Stefán maður sem Guð elskaði og var að starfa við að vinna sálir fyrir Krist, týndi lífi sínu sökum þess að hann bar sigrandi vitnisburð hinn krossfesta og upprisna frelsara. Það hatur sem óvinir sannleikans höfðu sýnt syni Guðs leiddu þeir í ljós í hatri sínu við fylgjanda hans. Og við munum þegar við vitnum opinberlega vissulega fá á okkur alls konar. Nettröllin eru mjög duglega að sýna hatur. Þeir gátu ekki þolað að heyra þann sem þeir höfðu krossfest og þá fyllti þá bræði að Stefán skyldi flytja svo djarfan vitnisburð. Mennirnir í valdastöðunum fengu vitnisburð frá Guði í ljósi sem skein af ásjónu Stefáns. En þeir smánuðu þann vitnisburð og þeir hefðu tekið hann til greina, og að þeir hefðu iðrast, en það vildu þeir ekki. Stefán hikaði ekki þegar hann var kallað til að líða sakir Krists. Hann las örlög sín í hinum grimmulugu ásjónum ofsækjanda sinna og hann hikaði ekki að flytja þeim hinn síðasta boðskap sinn. Síðasta boðskap sem hann átti að flytja mönnum og hann leit upp og sagði, ég sé himnana opna og manns soninn standa við hægri hönd föðurins. Allur himinin hafði áhuga á þessu máli. Jesús reis upp frá hásæti föður síns og hallaði sér yfir hann og leit á andlit þjóns síns
og veittu ásjónu hans geisla sinnar eigin dýrðar og menn undruðust þeir sáu andlit Stefáns ljómandi eins og þeir hefðu séð ásjónu engils. Dýrð Guðs skein á hann og óvinir Krists gríptu hann meðan hann leit ásjónu drottins. Þetta ætti að hughreysta okkur sem erum, veik, kvíðin, kjarklaus í trúnni, að Guð yfirgefur okkur ekki á örlugastundum. Við þurfum bara að treysta. Finnst okkur það ekki vera erfiður dauðdagi, en ótti dauðans var horfinn og síðasta lífsanda sínum varði hann til að biðja drottinum að fyrirgefa ofsækjendum sínum. Það er það sem ég finnst svo stórkostlegt. Það er þetta að fyrirgefa. Ég held að það sé það erfiðasta sem við tökumst á við í okkar eigin brjósti. Það er að fyrirgefa einhverjum sem hafa gert á okkar hluta, gert okkur lífið erfitt, gert okkur sorgmætt, valdið vonbrigðum. Listinn er endalaus. En það að fyrirgefa, ég hef reynt það með eigin reynslu, að þurfa að biðja Guð að gefa mér tilfinninguna til að fyrirgefa, gefa mér hugan og hjartað til að fyrirgefa. Því að maður getur það ekki einmætti. Það er svo ríkt í okkur að velta okkur upp úr vonbrigðunum, sorginni, reiðinni, öllu sem að sprettur upp þegar við lendum í mótlæti. Og eins og svo bara flestir hef ég orðið fyrir auðvitað lygi og svikum og alls konar. Og ég spurði prest og leitaði ráðs að hvernig á ég að fyrirgefa honum það sem hann gerði. Og hann benti mér á þetta einfalda atriði, þú getur það kannski ekki en þú verður að biðja Guð. Svo er ég búin að reyna það á eigin skinni að Guð getur gefið ótrúlegan styrk í það að fyrirgefa og það er með því að hafa það í huga eins og Jesús segir, þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Og við vitum í mörgum fjölskyldum, þá er eitt mesta böli þar alkoholismin og það að fyrirgefa maka sínum eða fyrirgefa börnunum sínum fíkn, eiturlyfjafíkn eða annað sem veldur sorg, að fyrirgefa misgjörðir, fyrirgefa svik og lygi, þetta er svo erfitt. En Guð getur gefið okkur ótrúlegan styrk til að fyrirgefa. Þegar við munum, bara þegar að börn neita eiturlyfja og rugla í hausnum á sér eins og maður segir á beinni íslensku eða heilin á þeim fer allur á hvolf, það sama gerist með áfengið, það fer allt í vitleysu hérna uppi, þá veit fólk ekki hvað það gerir. Það gerir sér ekki grein fyrir því sem það segir. Og það er ekki að hugsa meðan það gerir eitthvað bara í sjálfsösku sinni, hvernig líður ástvinum mínum, hvernig líður börnunum mínum, hvernig líður maka mínum. Þeir eru ekki að hugsa það. Þeir veit ekkert hvað þeir gera. Og við þurfum að hafa þau í huga þegar við förum í þessara fyrirgefningarferð að það er nákvæmlega það sem Kristus meinti og sagði. Hvað þeir fyrirgef þeim, þeir veit ekki hvað þeir gera. Jesús hefur gjört börnin sínu það eins auðvelt og hann mögulega getur og hann vill að við fetum í hans fótspor. Því ef við gerum það, munum við vera hluttakar Krists og dýrðar hans. Já, það sem ég tók sérstaklega eftir í fari Stefáns er þessi kraftur og trú, óttaleysi og það að hann fetar í fótspor Jesú, biður fyrir óvinum sínum, biður miskunn og fyrirgefningu. Og við þurfum bara að fara þangað til drottins, til að ná í þessa fyrirgefningu, bæði fyrir okkur og handa hinum. Er það að ná þessu? Að biðja Guð að fyrirgefa þeim sem hafa gert hræðilega hluti, sem hafa logið, meitt og svikið. Þetta er svo miklu stærra en allt sem ég get ímyndað mér. Og eitt það allra erfiðast að tileinka sér. Engin innhverf íhugun getur framkallast líka tilfinningu.
Þú finnur hana ekki innra með þér. Þar ekki að finna slíkan kærleika og fórnfýsi fyrir náungan. Ásökun og skortur af fyrirgefningu miklu fremur einkenni mannsins í dag. Vissulega til undantekningar, en enginn nema það fólk sem hefur hort til Jesú sem fyrirmyndar og frelsara. Ég þóra fullyrða það. Í Jeremíu 17. kafli tilvitnun sem styður við þessa fullyrðingu. Það segir, og það er nú oft talað hjartað í dag, það er mikið talað hjartað og ástina. En það stendur í 9. versi, svikult er hjartað fremur öllu öðru og spillt er það. Það er ekki allir sem kunna vel við það að einhver fara að tala með það sem spillt hjarta. Hver þekkir það, segir áfram. Ég Drottinn sá sem rannsaka hjartað og prófa nýrun og það til þess að gjalda sér hverjum eftir breytni hans, eftir ávexti verka hans. Þú uppsker það sem þú sáir. Sá sem aflar auðs og eigi með réttu eins og akurhæna sem liggur á eggjum hún hefur eigið orpið. Á miðri ævinni verður hann að yfirgefa auðinn og við ævilokin stendur hann sem heimskingi. Ég svo sem ekki hissa á því að fólk vilji bara ekki lesa þetta. Hásæti dýrðarinnar, hátt upp hafið frá upphafi staður helgidóms vors, segir Jesaja spámaður. Þú von Ísraels Drottinn, allir þeir sem yfirgefa þig skulu til skammar verða. Já, þeir sem vikið hafa frá mér verða skrifaðir í duftið, því þeir hafa yfirgefið lind hins lifandi vats Drottins. Þetta er Jeremíu 17. kafli, versi 9-13. Ætli spottara nútímans myndi ekki kalla þetta hatursboðskap. Við lifum á tímum þar sem fólk slengt koll með ópum og hneykslunar yfirlæti þeirra sem telja sig vita allt betur. Þeir sem fullyrða að til séu mörg kyn, Guðs lög séu alls ekki neitt til að virða eða hlusta eftir. Og þeir sem voga sér að vitna í þau, Guðs lög, eru hiklaust kallaðir hættulegi ríki og lögum, öfgamenn og haturs áróðurs fólk. Þegar fólk vill vernda börn nútímans gegn undarlegum kenningum og furðu hugmyndum öfga vinstri afla, þá þetta sama fólk kallað lögbrjótar og hættulegt frjálsræði sem þessi öfl telja sig standa fyrir. Sannleikur Satans, ekki spurning. Afbökun og útúrsnúningar. Meistaralega innpakkað í þvætting sjálfsákvörðunarrétt ómálga barna. Hugmyndafræði sem stenst engin vísindi né mannréttindi. Enda þessi hópur duglegur við að hóta refsingum og lagabókstaf sem þau sjálf með öllum ráðum hafa fengið í lið með sér, svo kerfið veit ekki lengur hvað snýr upp eða niður. Gott dæmi viðbrögð fjölmiðla gagnvart viðtal við kaþólskan prest hérna á dögunum, sem vogaði sér að lýsa yfir að samkynhneigð félli undir hugtaki synd í Biblíunni og að Guði bæri fremur að hlýða en lögum manna ef ágreiningur risi þarum. Þau ætla líklega að hengja á prestina hann hafi brotið gróflega eitthvað lagaákvæði og orð hans féllu undir hatursboðskap. Nefnt var til dæmis það að reyna að snúa fólki frá hegðun sem félli undir óeðli eða synd, það væri alls endis óásættanlegt og bara glæpur, enda ekki möguleiki og brot á mannréttindum. Samtala þessi sömu hópar fyrir því að dæla megi hormónum í börn og breyta kyni þeirra, en það allt í lagi. Ljúga því að hormónameðferð sé afturkræf. Hefur þú fengið bælandi hormóna til að breyta starfsemi líkamans? Hafir þú fengið bælandi hormóna til að breyta starfsemi líkamans, að þá sé hægt að snúa því við? Þetta nú vísindalega sannað sem hrein og helber lygi, eins og við mátti búast frá smiðju óvinar Guðs. Ég hef sjálf gengið í gegnum hormónabælandi meðferð og fleiri hérna inni.
Þeir vissu ekki betur, blessaði læknarnir, þeir kunna engin önnur ráð. Ég sit uppi með sjálfa mig eftir þetta eins og svo margir aðrir sem reyna slíkt. Ég ætla ekki að fjölyrða það, en ég mæli heldur ekki með því. Afturkræft skref? Nei. Guð sagði í upphafi að jurtir og fræberandi ávextir skyldu vera okkur til fæðu í 1. kafla Mósebókar. Og Guð sagði, sjá, ég gef ykkur alls konar sáðberandi jurtir á allri jörðinni og alls konar tré sem bera ávextu með sæði í. Það sé ykkur til fæðu. Og öllum villidýrum og öllum fuglum loftsins og öllum skriðkvíkindum á jörðinni, öllu því sem hefur lifandi sál, gef ég öll grös og jurtir til fæðu. Og það varð svo. Og Guð leit allt sem hann hafði gjört og sjá, það var harla gott. Það var kvöld og það var morgun, hinn 7. dagur. Og svo skapaði hann þau mann og konu í sinni mynd. Og svo hélt hann 1. hvíldardaginn með þeim. Hvað sem hver segir, það er ekkert sem toppar þetta, er það. Við erum dýrmæt sköpun Guðs, ekki apar, ekki út frá þeim, þeir mega eiga sig sjálfir og fá að lifa í friði ef maðurinn eyðileggur ekki náttúruleg heimkenni þeirra með græðgi og grimmd. Getum við, hvert og eitt, beðið fyrir fólki sem trúir öðru en við, sem lýgur og svíkur, öskrar og ofsækir, leggur aðra í einelti eða okkur sjálf, reynir á þolinmæði okkar og á alls konar hátt. Jesús sagði, biðjið fyrir óvinum yðar. Hann gerði það, Stefán gerði það. Getum við gengið í þessi fótspor, hræða sporin? Hann sagði, biðjið í mínu nafni og ég mun veita ykkur svar. Í Jóhannesi 14. kafla segir, sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem trúir á mig mun einnig gjöra þau verk sem ég gjöri, stórt lofað. Og Stefán sýndir það svo sannarlega. Og hann mun gjöra meiri verk en þau því ég fer til föðurins. Og hvers sem þér biðjið í mínu nafni, það mun ég gjöra, svo að faðirinn vegsamist í syninum. Ef þér biðjið mig einhvers í mínu nafni, mun ég gjöra það. Ef þér elski mig, munu þér halda boðorð mín. Ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara, að hann sé hjá yður að eilífu. Anda sannleikans, sem heimurinn getur ekki tekið á móti, því hann sér hann ekki en ég þekkir. Þér þekkið hann, því hann er hjá yður og verður í yður. Mér finnst líka dásamlegt að Davíð bað og maður fetar í fótspor Davíð stundum og segir, Drottinn, þú gefa mér nýjan stöðugan anda. Guð elskar þegar við biðjum anda hans, við biðjum að hann sé í okkur, að hann sé birtingarmynd framkomu okkar og hvernig við förum með náungan. Þessi hjálpari var og með Stefáni og gerði hann óttalausan. Hann stendur okkur öllum til boða, við höfum ekkert að óttast, þó svo að veröldin virðist vitskert og ógnandi. Gleymið ekki að Jesú gaf Stefáni ljóma þegar var verið að grýta hann til dauða. Og hann lætur sinn ljóma, sína ásjónulýsi yfir okkur, hvernig svo sem þessi heimur fer.